Þannig að það er bara byrjað á danska kónginum, hann er hérna fremstur, sérðu. Þegar að menn fóru að taka ljósmyndir á pappír 1850 og tilurðu staðlaðar myndstærðir, að þá fóru myndirnar sem áður höfðu verið í römmum og veggjunum hjá fólki, að þá lentu þær í svokölluðum albúmum. Það var mikið í þau lagt og jafnvel var dæmi að þær varu með innbyggðri spiladós, þannig að þegar þú opnaðir þá var líka hljómlist. Fyrir fólk náttúrulega bara að taka myndir sjálft og þá breytast lögmál albúmanna, þá verður þetta svona frjálsara. Fólk, það er eigin sköpun hvernig límt er inn, eins og við sjáum dæmi og svo er líka farið að vera ekki bara með lím, heldur eru líka sérstök myndahorn sem eru notuð til þess að koma myndunum haganlega fyrir í albúmunum. Og svo vitum við náttúrulega núna að nú á fólk bara ekki neinn albúm. Fólk er bara með möppur í tölvum og tölvugögnin einhvers staðar upp í skýjunum. Og það er einmitt svolítið merkilegt að fólk hefur ekki, þeir sem að svona eru í ljósmyndasögurannsóknum, þeir hafa alveg kastað sér yfir að fara að rannsaka albúmið eftir að albúmið er í rauninni orðið dautt og tíminn liðinn.